Góðan daginn. Ég vil byrja að þakka fyrir það að fá að halda erindi á þessari ráðstefnu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi aukið samstarf Safna á Vesturlandi. Þóra Björk Ólafsdóttir heiti ég og framkvæmdastjóri Safnaráðs. Ég viðskiptafræðingur og með meistarapróf í safnafræði og hef rannsakað nokkuð rekstrarumhverfi safna. Í dag ætla ég að fjalla stuttlega umhverfi safnastarfsemi á Íslandi frá lagalegu sjónarhorni, faglegu og aðeins rekstrarlegu. Eins og þið sjáið þá ég á mjög næmitranáta að taka upp Zoom-forriti þegar andlitið á mér sem hérna agalega lítið í horninu fer fyrir textan þá reyni ég að færa mig í burtu. En við skulum bara sjá hvort þetta gangi ekki bara vel. Ég vil hefja þennan fyrirlestur með því að hamra á 5 þættu hlutverki safna. Þið kannski þekkið þá öll, en þessa 5 grunnþætti safnastarfs verða söfn að sinna til þess að vera söfn. Byggja þessi 5 grunnatriði á alþjóðlegum reglum alþjóðasamtaka ICOM. Söfnum allan heim eiga að fara eftir þessum grunnreglum, hvort sem þau eru í Djibouti eða á Djúpavogi. Ef við horfum á þessi 5 atriði sem einhvers konar keðju, þá fyrsti hlekkurinn að safna. Því einhver það safnkosturinn að vera. Svo kemur að skrá safnkostinn. Það þarf að varðveita hann, rannsaka hann og að lokum að miðla. Eins og glöggt á þessari yfirferð 5 grunnþættina það þessi þáttur sem mesta kastljósið á, miðlunin. En það bara toppurinn á ísjakanum eins og þið öll örugglega vitið og skýrir þá að einhver leyti rekstrarkostnað safnanna. Starfsemi safna gilda safnalög sem tóku gildi 1. janúar 2013 og gott fyrir þá aðila sem starfa innan safnageirans að kynna sér innihald þeirra laga vel. Þar má greina áherslu stjórnsýslu og stjórnvalda í safnastarfi á landinu. Í safnalögum segir að söfn með fastan rekstur og eru rekin til að þjóna íslensku samfélagi. Þau eru opin almenningi og safna, varðveita, rannsaka og miðla því sem til vitnis manninn, sögu hans og menningu, náttúru og umhverfi í nafni samfélagsins og til framgangs þess. Þau skulu hafa leiðarljósi að efla skilning á þróun og stöðu menningar, lista, náttúru eða vísinda. Auk safnalaga númer 141/2011 gilda eftirfarandi lög. Lög menningarminjar númer 80/2012, lög þjóðminjasafn, lög Náttúruminjasafn Íslands og myndlistarlög. Auk þess sem minnst á safn og safnaráð í einhverjum fleiri lögum. Lög menningarminja fjalla ýmislegt snerti menningararfinn og á þeim lögum starfar Minjastofnun á sviði menningarminja. Notkun íslenska hugtaksins safn hefur stundum vafist fyrir mönnum, það sem að ræða hugtak sem bæði notað yfir hinar eiginlegu stofnanir sem sinna öllum þáttum safnastarfs og einnig fyrir saman safnhluta eða safnkostinn sjálfa, eins og á ensku collection. Safnalög voru fyrst sett árið 2001 og komu þá í stað þjóðminjalaga. Og giltu þau lög með breytingum til áramóta 2013 núverandi safnalög tóku gildi. En hver tilgangur laganna? Hann að setja safnastarfsemi í landinu fastari skorður, að úthluta fé til safna á faglegum forsendum, stuðla að öflugu safnastarfi, stuðla að aðgengi almennings að menningar og náttúruarfi, skilgreina skyldur og skilyrði viðurkenndra safna og skilgreina ábyrgð ríkisins á faglegum rekstri safna með öflugu eftirliti.
Það telst sjálfsagt og eðlilegt að ríkið hafi umsjón, eftirlit og vald með ákveðnum þáttum í okkar samfélagi. Það getur til dæmis verið vegna almannahagsmuna eða vegna þess að starfsemin verður ekki rekin nema með aðkomu ríkisins. Hér á glærum má sjá grunnskilgreiningu á söfnum í safnalögum. Notkun safnaheitisins, það að segja safn, þó frjáls og gerir það verkum að ýmis konar rekstur sem ekki telst til safnastarfsemi samkvæmt lögum notar safn sem hluta af nafni sínu. Til þess að greina á milli þeirra sem nota safnahugtakið frjálslega og hinna sem nota það faglega var í safnalögum tekin upp formleg viðurkenning safna. Nú eru með reglugerðum skýr skilyrði fyrir því að hljóta viðurkenningu sem safn. Það má hins vegar hafa í huga að starfsemi ekkert endilega best borgið við það að sækja sér til viðurkenningu, því skyldurnar sem fylgja viðurkenningunni kunna í sumum tilfellum vera of íþyngjandi. Í safnalögum er minnst á aðra safnastarfsemi. Aðra en viðurkennd söfn. Þar eru nefnd safnvísar, setur og sýningar. Að skilgreina hvað fellur í hvaða flokk ekki einfalt. Sjálfsagt eru í hátt í annað 100 einingar sem falla í þennan flokk: Melrakkasetur, Njálusetur, Landnámssetur, Þórbergssetur, Huldusteinn, Steinasafn Petru, Draugasetrið, Wales of Iceland og svo mætti lengi telja. Margs konar metnaðarfull setur og sýningar blómstra á landinu, en þau henta ekki alltaf að vera viðurkennd safn. En þó hef ég alltaf hvatt til þess að rekstraraðila þessara safnvísa setur og sýninga horfi til þeirra skilmála sem settir eru fyrir viðurkennd söfn, enda getur það aukið fagmennsku í faginu sem slíku. Viðurkennd söfn verða að vera varanlegar stofnanir. Það er safn sem ráðherra hefur veitt viðurkenningu að fenginni tillögu safnaráðs. Það getur verið með tiltekið starfssvið eða starfssvæði og það á að tilgreina það í stofnskjali þess. Hlutverk safnaráðs er að fjalla um viðurkenningu safna og safnaráð sendir tillögu til ráðherra, en ráðherra í raun og veru viðurkennir söfnin formlega. Hér koma nokkrar staðreyndir viðurkennd söfn. Það eru 46 viðurkennd söfn á landinu í augnablikinu. Það eru 11 listasöfn, 27 menningarminjasöfn, 5 náttúruminjasöfn og 11 söfn sem eru með blandaða starfsemi. Blönduð starfsemi þá safn sem rekið ásamt öðrum menningarstofnunum með fleiri en eitt safn undir sér. Sem dæmi er akkurat safnið sem þessi ráðstefna er haldin í, safnahúsið í Borgarnesi. Það er dæmi um blandaða starfsemi. Flest söfn eru í eigu sveitarfélaga. En það eru 29 þeirra. Eitt viðurkennt safn er ríkisstofnun, það er Gljúfrasteinn, og 16 söfn eru sjálfseignarstofnanir. Og innan þessara 46 viðurkenndra safna eru tæplega 10 milljónir gripa, eða 9.814.467 safngripir. Það verður að minnast á fyrst að vera að tala með rekstrarformi hér að það er marktækur munur á rekstraröryggi þessara forma. Oft búa sjálfseignarstofnanir við erfitt rekstrarumhverfi og þurfa miklu leyti að reiða sig eingöngu á sjálfsaflafé. Að öðlast viðurkenningu. Þessi skilyrði eru sett til að tryggja að söfn séu varanlega stofnanir með skýran starfsgrundvöll. Og ég þreytist ekki að hamra þeirri kröfu sem sett eru á eigendur safna að tryggja safninu fjárhagsgrundvöll
svo hægt sé að halda út í eðlilegri starfsemi. Rekstrargrundvöllur safna verður að koma frá eigendum eða bakhjörlum. Við verðum að horfa á þetta sem menningarstarfsemi sem ekki stendur undir sér, með sértekjum. Það er bara grundvallaratriði. Hérna eru talin upp skilyrðin til að öðlast viðurkenningu, eignarhald, það þarf að hafa sjálfstæðan fjárhag, aðskilin frá öðrum rekstri, starfa til stofnskrá, starfa við skilmála safn eftir skilmálum safnaráðs. Það þarf að veita skólanemendum aðgang án gjaldtöku, aðgengi að húsnæði skal vera í samræmi við lög og reglugerðir og svo skal safn starfa í samræmi við siðareglur alþjóðaráðs ICOM, auk þess að starfa eftir ákvæðum laga. Alþjóðlegar siðareglur ICOM eru skrifaðar inn í safnalög. Viðurkennd söfn eiga að starfa eftir þessum alþjóðlegu siðareglum til þess að eiga möguleika á því að vera viðurkennt safn. Alþjóðlegar siðareglur og samþykktir safna eru gefnar út af alþjóðaráði safna ICOM og í raun og veru eru þessi grunnþættir safnastarfs sem ég taldi upp í byrjun byggðar á þessari skilgreiningu ICOM á hvað er safn og á alþjóðlegu siðareglum. Og ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur það vel ef að þið starfið innan þessa geira. Höfuðsöfn skulu hafa forystu í málefnum safna á sínu sviði. Þau skulu stuðla að eflingu og samræmi í safnastarfi og leiða faglegt samstarf safna og annarra aðila. Höfuðsöfn skulu leita sig að efla og auka þekkingu og færni starfsfólks safna. Höfuðsöfn eru í eigu ríkisins og eru miðstöðvar safnastarfsemi hvert á sínu sviði. Þau eru stofnuð með lögum þar sem nánar er kveðið starfsemi þeirra. Þau eru öðru söfnum til ráðgjafar og skulu stuðla að samvinnu safna og samræmdri safnastefnu hvert á sínu sviði. Höfuðsöfnin eru 3 á Íslandi. Það er Listasafn Íslands, það er höfuðsafn á sviði listminja, það er Náttúruminjasafn Íslands sem er höfuðsafn á sviði náttúruminja og Þjóðminjasafn Íslands sem er höfuðsafn á sviði menningarminja. Þjóðminjasafn og náttúruminjasafn byggja tilvist sína á sérlögum starfsemina, en Listasafn Ísland er frá 1. janúar 2013 rekið á grundvelli myndlistarlaga. Áður giltu reyndar sérlög safnið og er þessi breyting í anda fleiri laga, til dæmis leiklistarlaga sem gilda í Þjóðleikhúsið. Skyldur höfuðsafna eru margar. Í safnalögum er meðal annars nefnt að þau skulu koma ráðgjöf varðandi ráðstöfun eða förgun safngripa viðurkenndra safna og eiga að taka á móti stefnumörkun viðurkenndra safna. Ábyrgðarsöfn. Það hefur verið ansi mikið rætt það líka. Ábyrgðarsafn er viðurkennt safn sem falið er að bera ábyrgð á ákveðnum þáttum safnastarfs á tilteknu sviði eða landsvæði. Höfuðsafn gerir tillögu að ábyrgðarsafni en ráðherra felur safninu formulega að vera ábyrgðarsafn. Eins og hér kemur fram þá er það í raun og veru verkahring höfuðsafns að skilgreina þörfina á ábyrgðarsafni, það er að segja hvaða þættir safnastarfs myndu styrkjast með ábyrgðarsafni. Sem dæmi gæti verið eitthvað ákveðið svið, svo sem ábyrgðarsafn á sviði sjóminja eða ábyrgðarsafn á einhverju landsvæði. Hlutverk ábyrgðarsafns getur verið viðamikið og það safn sem yrði valið sem ábyrgðarsafn yrði að vera traust í rekstri, þá bæði rekstrargrunlega og í mannauði og byggja starf sitt á öflugum faglegum grunni. Í lögum kemur einnig fram að forstöðumaður ábyrgðarsafns skal vera í fullu starfi og hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu á sviði safnsins. Safnið þarf að auki hafa einn
starfsmann í viðbót sem starfar eingöngu á ábyrgðarsviði safnsins. En varðandi hvernig ábyrgðarsafn yrði ákvarðað, ef til þess kæmi, mennta- og menningarmálaráðherra samþykkti tillögu höfuðsafnanna og safnaráðs val á ábyrgðarsöfnum árið 2017. Í tillöguna kemur meðal annars fram að eftir að höfuðsafn hefur skilgreint þörf fyrir ábyrgðarsafn og safnaráð gefið álit sitt tillaga höfuðsafns eða safnanna sent til ráðuneytisins og eftir að safnaráð myndi samþykkja tillöguna þá yrði auglýst eftir viðurkenndu söfnum sem telja sig þess komin að gegna hlutverki ábyrgðarsafns á auglýstu sviði. Umsóknir yrðu þá metnar á höfuðsafni söfnum, safnaráð myndi gefa álit á því og tillaga niðurstöðu send til ráðherra til samþykktar. Nánar myndi vera samið verkefnið í samningi milli hlutaðeigandi aðila, en ég vil koma á framfæri að ekki hefur komið á því að þessi þáttur safnalaga hefur komið til framkvæmdar og eru í raun og veru ýmsar ástæður fyrir því. Helst það að ekki hefur verið fastsett hvernig samningurinn er fjármagnaður, það er að segja ekki hefur ákvarðað fjármagn í fjárlögum eða fjármálaáætlun. En þó hefur við verið svolítið að hugsa máta hvernig þessu yrði framfylgt, til dæmis með þeim styrk sem menntamálaráðuneytið veitti til skoðunar og rekstri og samvinnu safna sem þetta málþing byggir á, ef mér skjátlast ekki. Hér má sjá hlutverk safnaráðs eins og þau eru skrifuð í safnalög, ég ætla nú ekki að lesa þau upp. En safnaráð stjórnsýslunefnd sem skipuð af mennta- og menningarmálaráðherra til 4 ár í senn. Safnaráð rekur skrifstofu sem er sem sagt rekin af framkvæmdastjóra sem er ég. Ráðið ráðgefandi nefnd gagnvart ráðherra og meginhlutverkið þá að hafa eftirlit með safnastarfsemi í landinu, vinna stefnumörkun safnastarf, fjalla um viðurkenningar safna og veita umsagnir styrkumsóknir í safnasjóð. Í safnaráði sitja 5 aðalmenn, 2 aðilar, formaður og varaformaður skipaðir án tilnefningar af ráðherra, 1 aðili tilnefndur af FÍSOS, Félag íslenskra safna og safnanna, 1 aðili tilnefndur af Íslandsdeild ICOM og 1 aðili tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Forstöðumenn höfuðsafna sitja einnig fundi safnaráðs stöðu sinna vegna og þar undirbyggst það mikla og góða samstarf á milli ráðsins og höfuðsafnanna. En auk þessara verkefna sem er talin hér upp, hefur ráðið unnið að mörgum verkefnum sem tengja safnamálum og safnastarfi og eru miklu og góðu samstarfi við ýmsa aðila innanlands og utan. Úr safnasjóði úthlutað 2 sinnum á ári, það er aðalúthlutun á vori. Þar veitti bæði styrk til 1 árs og öndvegi styrki til 2 til 3 ára og öndvegi styrkir fara eingöngu til viðurkenndra safna. Auka úthlutun seinni hluta árs, þeir styrkir eru eingöngu til viðurkenndra safna og veitti til að efla faglegt starf safna. Nú, í ljósi áhrifa COVID-19 var ákveðið að hafa úthlutunina fyrr og hún í gangi núna. Og síðasti úthlutunar umsóknardagur í dag, föstudaginn 12. júní. Rekstrarfé safnaráðs og safnasjóðs nú 250 milljónir árlega sem skiptist í styrki til safna og safnastarfsemi, kostnaði við eftirlit með söfnum og svo rekstur safnaráðs og skrifstofu. Eftirlit með viðurkenndum söfnum þríþætt. Þetta stór þáttur af starfsemi safnaráðs. Viðurkenndu söfnin þurfa að taka þátt í þessu á hverju ári með einhverjum hætti. Eftirlit með rekstri safns, þau senda inn árlega skýrslu viðurkenndra safna til ráðsins. Þar veita söfnin safnaráði upplýsingar rekstur sinn og í þessum skýrslum safnast mikið af tölfræðilegum upplýsingum. Við höfum tölur mörg ár aftur í tíma og þetta eru mikilvægar upplýsingar sem það væri ánægjulegt að vera hægt að vinna betur úr. Við erum með eftirlit með húsakosti safnsins og þetta er eftirlit sem fer kannski hvert safn fer í gegn á svona 5 ára fresti. 38 söfn, ef ég skjátlast ekki, hafa farið í gegnum þetta eftirlit. Hver hringur í raun og þegar þú færð
frá því þú fær tilkynningu eftirliti þar til að það er búið, þá það 23 ár sem það tekur. Það eru menntaðir forverðir sem sitja í eftirlitsnefnd safnaráðs og sinna þessu eftirliti. Svo það eftirlit með skráningu gripa. Það hófst bara núna í vor, með samhliða styrkjum og safnasjóði frá 2020 til skráninga. Þetta einhvers konar símat á skráningu safna í SARP. Og þessi hluti unnin í samstarfi við rekstrarfélag SARPs. Eftir þessar stuttu skýringar á starfsemi viðurkenndra safna augljóst að rekstrarkostnaður þeirra fer að miklu leyti í það sem við safnafólk köllum faglegt starf. Starfið bak við tjöldin. En gesturinn sér bara þessi einu starfsemi, miðlun. Framtíð safna. Ég vil byrja að hamra hinu augljósa. Söfn ekki fremur en annar menningarrekstur verða rekin með aðkomu ríkisvaldsins, hvort sem það sveitarfélag eða ríkið. Söfn og menning samfélagsþjónusta sem auðgar mannlífið og staðarandann, fræðir og í bestu tilfellum eykur skilning og brýtur niður múra milli fólks og samfélaga. Það náttúrulega gleðir efni að síðustu áramót kom hækkun í safnasjóði til frambúðar sem hefur eflt safnastarf mikið og mun gera á næstu árum. Við sjáum þá þróun hjá söfnum í eigu sveitarfélaga að farið að reka söfn ásamt annarri menningarstarfsemi undir einum hatti. Það aukið samstarf milli sviða og svæða og miklu möguleikar felast í því og ég held að það sé samstarf sem mun blómstra og komið til að vera. Í gögnum safnaráðs sést svo líka augljós munur á rekstrarumhverfi sjálfseignarstofnana annars vegar og safna í eigu sveitarfélaga og eigu ríkisins hins vegar og í COVID-19 var þetta svolítið augljóst. Glögglega sást viðkvæm staða margra, sértekjur krafa há hjá söfnum, eigu sveitarfélaga og ríkis, það áhættuþáttur. Eins og ég talaði viðkvæmu stöðu sjálfseignarstofnana sem reiða sig að sjálfsaflafé nánast eingöngu. Höfum kannski sett á mikla vonir að tekjur frá ferðamönnum. Það þarf að endurskoða þetta. Sjálfsaflafé safna, það að segja aðgangseyrir og slíkt, í raun og veru bara nýta til að sinna auknum verkefnum sem því fylgja og kannski öðrum svona bætandi verkefnum, en ekki til þess að reka grunnstarfsemi safnsins. Ég minni á að eigandi safns á að tryggja fjárhagsgrundvöll fyrir eðlilega starfsemi þess og það kemur fram í safninu. Þegar ég spyr fólk í kringum mig framtíð safna sem ekki í safnageiranum, þá oft viðkvæmið opna upp söfnin, færa þau til fólksins, safnið inn í hverfin, meira stafrænt. Í raun og veru alltaf verið að tala aðgengismál. Í COVID-19 höfum við aðeins fengið nasasjón af þeim möguleikum sem hægt að gera. Það var krafist þess að söfnin myndi loka. En í því í öllu þessu neikvæða sem COVID-19 hefur fært okkar, þá gerðist líka eitthvað frábært. Þróun sem hefði kannski átt að taka mörg ár, gerðist á nokkrum mánuðum. Söfnin voru mjög responsive, ef ég má sletta, og hugmyndari hvernig var að hafa starfsemi sín í gangi í samtali við gesti, þau lærðu af stafræna tækni og samfélagsmiðla og í raun má segja að það sé þessi þróun sýni það að það kannski allt hægt. Það að nálgast gestina með mjög fjölbreyttum hætti. Með aðgengi má líka ræða það aðgengi sem þarf að vera á forsendum gestsins og hans styrkleika. Við erum náttúrulega alls konar. Við erum á ólíkum aldri, með ólíkan bakgrunn, reynslu og þroska. Söfn hafa verið mjög opin fyrir að nálgast ólíka gestahópa og að styrkjast og eflast í því. Þau eru oft á tíðum öflug málpípa samfélagsins og réttlætisins. Hlutað aðgengi eru líka höfundaréttarmál, en með opnum höfundaréttar hægt að miðla safnkostinum. Það þarf nú alltaf að athuga að það sé gert á réttlændu forsendum gagnvart höfundaréttarhafa, en viðurkennd söfn og ríkissöfn hér á landi hafa gert samning við MINSTEF nýtingu þess safnkosts sem í höfundarétti og í þeim samningi getur menntakerfi nýtt sér safnkostinn til fræðslu kostnaðar. Ég hvet ykkur til að athuga það vel, þeir sem eru frá söfnum. En við sjáum samt það að framtíðin felur þessu öflugra samstarf. Það byggir allt á því. Það alltaf verið að tala samstarf og við viljum ekki vera í sílóum.
Við sjáum það þetta þverfaglega að starfa þvert á stofnanir, þvert á bara tegundir safna, þvert á bara alla geira. Það mun efla söfnin í framtíðina vegna þess að innan safnanna til þessi eldmóður sem bara græðir allt. Og ég get í raun og veru ekki lokið þessum fyrirlestri án þess að minnast á nýju safnaskilgreiningu ICOM sem við verið að vinna að. En á skilgreiningu eins og ég talaði byggja hugmyndir okkar hvað safn sé. Nú eru uppi hugmyndir að opna og teygja þá skilgreiningu, ég held að sé til bóta, flestir telja að sé til bóta og áhugavert að fylgjast með hver niðurstaðan verður á alþjóðagrundvelli. Lokaorðin mín eru þau að í fyrirrúmi í rekstri safna ætti alltaf að vera metnaður og sanngildi sem leiðarljós ásamt auðvitað samstarfinu. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og hafið það gott í dag.